Ef ekki bara byrja? Byrjum við það. Við erum bara að byrja á Mexíkó. Byrjum á Mexíkó. Ég veit ekki hvernig við fórum þangað. Þetta kannski saga sem maður ætti svolítið að blörra, sko. En það alltaf lægi, maður ekki bara segja það sem maður segir. Það ekki? Sko, ég var einu svona í hljómsveit sem heit Stílort á svona bræðurum mínum, til dæmis. Og, já, Mexíkó, sko, hún mjög skipt, myndi ég segja. Við vorum að tala um eins og áðan, þú hefur verið í Cancún og Tulum og ég var í svona litla bæ Akumal með konu minni og fórum á svona 5 stjörnur resort hótel til þess að halda upp á eins og sammælinu Ignacio dóttur okkur. Okkur langaði til Íslands, en þetta var einhvern veginn þessi tími þar sem bara okkur langaði meir í sól og hitta á eitthvað næs og það var rosa falleg stemning þarna. Þetta var sjálfsögur mjög lokað svæði og það var ekkert verið að segja manni að maður ætti að vera mikið að vera eitthvað að úberast þarna á millið að húka fara hvernig sem það gert, sko, bara halda sér svolítið inn á þessu resorti og þá ertu bara svolítið safe. En líka þegar maður með 1 árs gamalt barn, sko. Akkurat. Og við höfum ekki farið ángað áður, þannig að en svo Mexíkó City allt öðru sér, sko. Ég gleymi til þess aldrei þegar ég held að maður var að fara að fá sér burrito að þá fekk maður burrito sem var svona laðandi og svona löðrandi onni í einhverju sósu og maður sá ekki eins og í tacoið, sko. Þetta maður með eitthvað svona rosalega ímynd á einhver svona lönd eins og þú vorum að tala um Kólumbíu, maður hugsa Pablo, Pablo, ekkert annað. Hvernig fannst þér Mexíkó City? Áhugaverð, en það var á þeim tíma sem við vorum, þá var sko einhver riots í gangi. Já. Þannig að það sama dæmið, okkur var svolítið ráðlegt að halda okkur bara innan hótelsins, sko. Svo fórum við til Guadalajara. Það var yndislegt. Það var bara fallegasta fólk sem ég hef kynnst, sko. Og bara sko brostu allir út á eyrum og alltaf Mexikanar hafa alltaf verið í miklu uppáldið á mér. Bara þau eru rosa dugleg. Ég held að við hefum það sameiginlegt, sko. Ég rosa duglegur náungi. Já, mér langaði að spyrja þig meir út í þá eftir. En einmitt, Mexíkó var halda náttúrulega svolítið upp í hagkerfinu í Bandaríkjunum. Algjörlega. Án þeirra væru við bara, ég get ekki ímyndað mér það, sko. Nei. Sérstaklega hafa búið í Kaliforníu og núna í Nevada, sem ágætlega nálagt bæði, sko, Mexíkó, að það sem Mr. T, forseti minn, því ég nú orðin kanni, að það sem hann að segja að halda þeim löglegu inni og ólöglegu úti, en ég held að fólk sé bara ekkert átt að því á sig hver að gera hvaða hlutverk í þessu landi, sko. Nei, ég held að það sé skilur, þú veist, þetta eru svona slagorð sem ganga vel í ákveðin hópa kjósendum og sérstaklega komið gremja og svona, en einhvers staðar innst inni vitað allir og hann með talina, þú veist, þú myndir bara slökk og hagkerfinu, þú myndir taka alla ólöglega innflytjendur út, sko. Já. Og sérstaklega, mér minnir að hafi verið eitthvað svona var ekki eitthvað dagur í Bandaríkjunum sem var eitthvað svona No Mexicans Workday eitthvað, þar sem Mexíkonan ætlaði að leggja niður störf og þá var einmitt niðurstaðan bara, það myndi bara slökkna á hagkerfinu. Já, algjörlega. Sem náttúrulega bara stór vandræði fyrir landið sjálf, sko. Sérstaklega þennan flóa, sko, þarna í kring. En, já. Ég hef heyrt fólk sem hefur farið mitt inn í sveitirnar í Mexíkó og verið svona það sem bara í litlum þorpum, það sem ekki neitt drögkartelvesen, sko, að einmitt lýsir þessu sem bara óbóðslega yndislegu og gesturisn og góðu fólki, sko. Já. Já, þau, sko, í Guadalajara voruð það og en það var haldið sér smá partí og það var gardað af kartel sem var þannig í kring. Ok. Við fengum eitthvað svona VIP herbyggi og ég man bara fyrsta sem ég sá var bara eitthvað svona fjall á, þú veist, kaffiborðinu, sko. Og þá er ég ekki að tala um fjall eins og því ég mála, sko. Það var afskaplega hvít fjall. Það er svoleiðis? Já. Og það var enginn að kippa svo upp við þetta, snerst þetta átti bara að vera fyrir okkur. Vá. Og við náttúrulega vorum ekkert eitthvað í þessu. Nei. Eða, þú veist, ekki þau, kannski. Hvernig var þessi tími í Stílort? Yndislegur. Já. Já, bara ferðust allan heim og sem fjölskylda og fá borga fyrir að spila og kreata. Þetta er sama ég að gera í dag. Ég meina að fá borga til þess að búa eitthvað til frá grunni.
en það sama tónlist, myndlist, þetta er sama batteri fyrir mér, bara öðruvísi plattform. Þetta er sama kategóría fyrir mér öll list er list, hvernig sem þú lítur á það. Og að fá, það er náttúrulega algjört privilege, og ég ætla bara að vara það við, ég mun sletta mjög mikið, ég er það mikil kanni, sko. En það er algjört privilege að vera í hljómsveit og geta að lifa af á því einungis, eða þá sama eins og í dag með mig, með myndlist, ég einungis gerir það og ég er búin að gera það í næstum því 15 ár, professionally. Það er bara, ég vakna glaður allir daga að geta gert það. Það er ekkert sjálfgefið, sko. Algjörlega, og svo gott að minna sig á það, og þú veist, eins og ég skilur, nú er ég að vinna við, þú veist, ekki það ég er með svo sem önnu verkefni líka, en ég gæti lifað að því eingöngu að vera að gera það sem við erum að gera hér. Bara, og þá hugsaði mér, þú veist, að sitja og tala við áhugavert fólk og make a living á því, sko. Að vera, þú veist, að því það, ég held að sé alveg sama hvað þú gerir eitthvað, eða ég held að sé alveg sama hvað þú ert að vinna yndislega vinnu, með röngu hugafæri getur þú fengið leið á öllu, þú veist, það getur allt orðið, og þá hugsa ég mitt bara vitnastundum í heimildamyndunum Amy Winehouse, þegar hún er sko, þú veist, það er öll heimsbyggðin að syngja lögininnar, hún er þessi fáránlega talenteraði tónlistarmaður og hún er að vinna öll Grammy-verðlaunin, en bara gæti ekki verið þunglindari. Hún er alltaf djúpt sorkin í neyslu, en þá hugsa maður skilur að það er svo gott að vera reglulega að minna sig á bara hvað myndi 12 ára Sölva finnast að vera á fullum launum við þetta. Algjörlega, ég bjó í London þegar hún féll frá og það var bara borgin fór á aðra hliðina, sko. En það er einmitt, eins og segir, sko, það er rosalega hollt að minna sig á hversu gott maður hefur það, en á sama tíma, sko, er maður ágætlega strangur við sjálfa sig, og þá sérstaklega ég. Já, mér langaði með það, spurði þetta alltaf út í það, ég heyrði í þér í öðru podcasti að svona tala um að þú værir, sko, duglegur og ég fikk tilfinninguna fyrir því einmitt að þú værir, þú veist, mjög mikil svona grændir, sko. Grændir og bara hardcore boss við sjálfa mig, sko, bara yfirmaður yfirmannana. Og það er hollt, sko. Ég held ég fái það allir frá ægisíðinni, frá afa mínum þar, sko. Hann var algjör grændir, gerði allt sjálfur. Sprakk einhver pípa, þá bara reddaði hann sjálfur, sko. Hann kunni ekkert á pípur. En ég lærði það mjög ungur frá grunni að redda sig sjálfur. Hvort það væri elda eða ganga frá þvottinum eða bara á heimilinu eða eitthvað. Mamma var flugfreyja, þannig að hún er mikið erlendis og pabbi er náttúrulega í sjónvarpinu 24/7, sko. Þannig að við bræðurnir vorum mjög mikið einir heima og bara einhvern veginn redda okkur og það var ekkert mikið að vera að panta pítsu, sko, það var bara að redda okkur í eldhúsinu. Búið til einhverja mexíkóska veislur og passa litla bara og svona. Og þá upplifaði ég einmitt að amma og afi byggu rétt hjá og ég var mikið hjá þeim, sko, líka. Hvar finnst þið línan liggja á millið þess einmitt að ég tengi mikið við þetta sem þú ert að segja? Ég er alveg mjög harður við sjálf mig og sett mikla kröfur á sjálf mig. Þá hafa komið tímabil þar sem að þessi svona strangi kall, hann var orðin of, þú veist, röddin var orðin of hörð. Hvað finnst þið línan liggja á millið þess einmitt að þú veist, að vera að vinna mikið og vera duglegur, en ná samt að vera í þessum létti í taugakerfinu að þú sért ekki með einhverja svip á bakinu, sko? Sko, það er ekkert limit hjá mér, en ég finn það stundum frá Maríu. Hún þarf að minna mig á það, vegna þess að hún sagði millinu við mig um daginn og ég ætla bara að láta allt flakka þetta. Hún sagði mér, Elli, þú verður að muna að þú átt fjölskyldu líka. Og þá bara, þetta er ákveðt sem við tölum fyrir svona árið 2 ára síðan, að passa að vera ekki alveg eins og pabbi, þótt ég elska pabba mér það mikið, sko, dýrkan, geggjaður gaus, hefur alltaf verið og er ennþá. En hann vann bara svo ógeðslega mikið að maður sá hann svo sjaldan. En nú fattaði það, sko, af hverju? Því hann elskaði sitt jobb, hvort það var í myndlistinni út í skúr, sem hann gerði alltaf eftir að hann kom heim frá RÚV, eða hemmagunn og allt þetta batteri sem hann var ekki að gera. Þetta er bara, passionin hans var það djúpt, þótt hann dýrkaði okkur strákana og mömmu og fjölskylduna og lífið og heimili og allt það. Hann var bara, þú veist, þetta eru 2 líf, þannig séð. Það er stundum erfitt að samanlega í eitt batteri. Og við erum náttúrulega fjölskyldan út í Las Vegas og núna erum við, sko, eigum 2 dætur og við erum með 1 fósturson núna hjá okkur, þannig við erum með 3 börn undir 3 ára. Það er svolítið mikið, sko. Algjörlega. Miðað við að það sé engin amma og afi eða frænda frænka til þess að hjálpa okkur. Og ég samt vaknaði all dag og ég ógeðslega spenntur að fara í vinnuna
ef þú vilt kalla það þetta vinna, mikil vinna að gera sem ég geri, en þetta líka passionum mitt, þetta hobbyið mitt, þetta er ástin mín, þetta hin ástin í lífinu mínu. Ég ætlaði að segja, það er svo gott að heyra það segja þetta, því að það er svona líka gott að eiga góða konu, að því þú veist, og þá vil maður ekki alhæfa, þú veist, ég hef ekki prófað að vera kona og allt það, en ég held að það er eitthvað í svona maskulin essensinu að karlmaður vill vera tengdur missjóninu sínu. Já. Og ég hef verið að lesa bækur þar sem talað um það að þú í raun og veru verður betri faðir og betri eiginmaður ef þú ert tengdur missjóninu, en þá þarf kannski konaðin einmitt stundum að tósa þig, þú veist, þannig að þú missir þig ekki alveg, en þú veist, maður var með svona neikvæða hugmyndum, þetta er svona eitthvað vinnu algi eitthvað, en ég held bara einhvern veginn, ég veit það ekki, og aftur, ég vil ekki vera alhæfa auðvitað, geta konur alveg upplifað það saman, fyrir kallmann að vera ekki tengdur missjóninu sínu og ástriðinu sinni, þá held ég sér heldur ekki tengdur fjölskyldunni, sko. Nei. Skilur þú hvað er að fara? Ég skil gott við, sko. En María, þú þekkir náttúrulega Maríu, hún er hörð, sko. Hún er hardcore líka. Og það er það sem við eigum sameiginlegt, sko. Að vera, hún gerir sína vinnu alla daga og það er ekki joke hvað sem hún gerir. Nei, hún náttúrulega er, hún er ein hugrökk kona, sko. Algjörlega. Með fallífastökkið og bara adrenalín, dótið, allt sem hún er búin að ekki. Það er eitthvað sem að meðal manneskjan er ekkert í þessu, sko. Nei. Algjörlega ekki, en við erum balanseruð hvort annað, sko, rosalega mikið. Við erum mjög þakklátt að eiga hvort annað, sérstaklega á svona tímum þegar maður er einn, sko, við erum 2 þarna, eins og ég segi, með þessa yndislegu krakka á heimilinu okkar. Við erum búin að vera með 8 fósturbörn núna á 4 árum. Það er ágætlega mikið vegna þess að öll þessi börn hafa verið nýfædd, sko. Já. Og þannig að Mér langaði að spyrja aðeins meir út í það, sko. Já, en það er, sko, þetta samband okkar Maríu, ég held að það sé erfitt að útskýra stundum, sko. Ég fæ mjög, alveg frá því ég sá okkur fyrst saman, ég fæ mjög fallega tilfinningur, sko. Já, takk fyrir það. Það er eitthvað þið eigið eitthvað mjög djúpt og fallegt saman, sko. Það er augljóst. Já, algjörlega, og bara við höfum staðið við bakið við hvort annað alveg frá upphafi og munum halda því áfram. Þetta er bara, þetta getur verið töff, sko. Ég ætlaði að spyrja út í það, hvað þú veist þetta að því nú, sko, þegar ég hef verið núna síðustu 3 árum með Ester kærustunni minni, þá erum við oft niður á Zanzibar og þar, þú veist, ég stórkostlegur staður að er og geggja að því við erum ekki með börn. Nei. Þá erum við svolítið, þú veist, þetta er svolítið mikið bara við 2. Já. Og þá, þú veist, að því þú ert að segja mitt eins og þú segir, þú veist, þeir eru í Las Vegas og þeir eru þá, ég ætla að gefa mér að þú veist, þeir eru ekki með fjölskyldun ykkar, þeir eru ekki með gamla félagsnetið ykkar. Hvernig er það að vera mitt bara svolítið, þið 2 og svo eru þið auðvitað náttúrulega búin að eignast vini og allt það, en þið 2 og svo komið þessi börn, sko. Sko, ég ætla að leiða þetta þannig að ég er ekki búin að eignast vini það. Ég er búin að búa því næst í 6 ár. Okay. Ég tengi ekki við Las Vegas búan. Okay. Það er bara svo rosalega mikið drykkja og gambling sem er alveg opposite mér, sko. Ég er þar ekki. Ég er tiltölulega nýbúinn að eignast svona smá vinahóp. Því ég reyki vindla. Ég reyki svona premium vindla. Og alveg, þú veist, ég reyki 5-6 vindla á dag. Okay. Ég og Finnur bróður minn og Einar, við höfum alltaf verið í þessu alveg bara frá kaffibrennslunni niður á, ég hætti á Hotel Borg, sko, það mátti reyki inni þar. Ég hef haldið þessu við söfnum vindlum, þannig ég fann rétt hjá vinnustofunum minni svona prívat cigar-lounge. Okay. Lítur út fyrir að vera að utan ekkit fallegt að flott, sko, og svo kemur inn, það er alveg gorgeous. Og þar fer ég næstu í hvern einsta dag, bara til þess að fá mér 1 smók, en líka til þess að, ekki fyrir það, heldur aðalega til þess að komast í nálægð fólks. Akkurat. Og þú var átt á því, sko, ég er enn á vinnustofunum minni alltaf. Ef stelpunarnir eru ekki með mér, sko. Akkurat. Ef dæturnar mínar eru ekki bara að leika sér eitthvað þar inni, sem er stundum ekkert alltaf hægt vegna þess að ég er með toxic málningu í loftinu og ég leyfi þeim ekki vera þegar ég er í mínu besta gýr. Þannig að sko, en á sama tíma er erfitt líka að finna mannesku í Vegas sem kemur frá Las Vegas. Þetta er rosa mikið af fólki að utan og frá öðrum löndum og borgum sem flytur þar. Til dæmis bara eins og í vinnuna Maríu, ég man ekki eftir í sjóin en að sé einhver frá Las Vegas. Þetta er allt bara frá
Úkraínu og Rússlandi og Spáni og Írlandi og Íslandi saman í þetta sjó. Ég veit ekki hvort það sé, sko, nú ég bara einu sinni verið í Las Vegas, þá fekk ég smá svona Dubai tilfinning, hvort því eyðimörkin, sko, og líka þetta, bara svolítið svona man-made tilbúin staður og það er bara fólk úr öllum áttum búið að koma að en það er enginn með rætur þarna. Nei, þú, sko, mafían bjóð til þessa borg. Þetta var bara stoppustöð frá Kaliforníu til Utah. Þetta var bara lestastöð, það var ein lestastöð til þess að stoppa þarna milli. Og svo var það bara, Bugsy Siegel og Meyer Lenski og þessir mafjósar sem föttuðu að þetta er fylkið það sem reglur gambling, það var ekki búið að setja þau. Þannig að það var fyrsta hótelið var byggt þarna bara 1941, Flamingo hótelið. Þegar Bugsy Siegel gerði það. Og allur kostnaðurinn við það var frá mafíunni. Það var frá ítölsku mafíunni. The Commission. Akkurat. Og svo hefur þetta voða lítið breyst, sko. Þetta er ennþá kontrólað held ég voða mikið af mafíunni. Þetta Cigar Lounge til þeim sem ég sagði frá, eigandinn á því, pabbi hans var í mafíunni. Þetta er alltaf ennþá tengt, sko. En sko... En hvernig en þú veist, er þá eitthvað partur af þér og ykkur sem að langar að flytja eitthvað annað ef þið eruð ekki að búa til öflugt félagsnet? Jú, ég meina María, náttúrulega, þú veist hvernig hún er náttúrulega bara ef það kemur Amazon driver, sko, hún er alltaf í norðan bestu vinnur hennar, sko. hún er svo outgoing, ég er, stundum fólk heldur að það rennur ekki sem blóðið mér, sko. Ég er svo ofurrólegur og getur verið bara on my own. Hún alltaf er búin að tengjast sinni fjölskyldu í þessari vinnu sinni. Og hún elskar þessa vinnu. Og við munum halda áfram að vera í Vegas á meðan hún elskar að gera það sem hún elskar að gera, vegna þess að við erum í Vegas út af vinnunni hennar. Akkurat. Sem er þetta sjó, Atomic Saloon sjó. Hún er sérst leikona, þú veist, það er sjálfsög bara tala það og henni finnst það bara svo skemmtilegt, sko. Hún er búin að vera þarna í þessu sjói síðan 2019 og 7. árið hennar voru að halda upp á 2500 sýningur með 2500 daginn sem er alveg magnificent, sko. Og svo að sjálfsögðu hin ástæðan við erum í Vegas er að við erum áfram að fóstra börn. Akkurat. Og systemið þar við þekkjum það. Það er öðruvísi í öllum fylkjum. Það er mismunandi. Já. Það er allt öðruvísi í Kaliforníu. Miklu strangar teka á því harðari lög gagvart því, sko. Við þekkjum inn á systemið þarna og við erum með tengingu þar líka við, sko, bara fyrirverandi fósturbörnun okkar. Ég ætlaði að spyrja þig, sko, er því jafn mikið og einmitt, þú veist, börn í þessari stöðu sem þurfa stabílt heimili, að þá finnst manni stundum búrókrasían, svona það litla sem ég hef skoðað í kringum allt sem snýra ættleiðingum, er rosalega mikil búrókrasi og rosalega stranga reglur sem að auðvitað er alveg eðlilegt að fólk þurfa að fara í gegnum einhver sikt, en maður hugsa stundum þessi aðeins of strangt, að því að in the end þú veist, því fleiri börn sem geta komist inn á heimili því betra, sko. Algjörlega. Þannig að hvernig þú veist, er þetta mikil regluvers frumskóður þegar þið voruð að gera þetta fyrst? Það vorum að gera það fyrst. Það var það flóknara, var erfiðara. En núna staðan að, sko, Family Services í Nevada er ágætlega, þeir bara vantar fleira fólk, þeir vantar fleiri fósturforeldra. Það eru það mörg börn komin inn í systemið og það til bara svona staður sem heitir Child Haven, þess að börn geta farið þegar þau, þú veist, fara frá heimilu sínum eða eru tekin af heimilu sínum eða fæðast og þurfa að fara á heimili. Er þetta börn frá Bandaríkjunum sem bara eiga engar samastað? Já, og það er bara alltaf mikið af því. Og við erum að tala bara eitt sýslu innan fylkjunar, innan Nevada fylki, sem er rosalega lítill partur á allir Bandaríkjunum, sko. Akkurat. Þannig að það vantar töluvert marga fósturforeldra eins og en þetta er samt tvennt, sko, ólíkt að ættleiða og að fóstra. Ég var að mynda að pæli því, sko, er þetta tímabundið þá hjá ykkur? Já. Hvernig er það að taka við barni tímabundið tengjast í... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.